Kæru vinnir, þá ætlar Jónas Franklin að tala flýtibata. Hver vill ekki flýtibata? Já, Jónas Franklin heiti ég, bæklunarlæknir, og ætla að tala við ykkur flýtibata sem sérstakt áhugamál hjá mér. Við fengum hérna bæklunarlæknir við 12 fólk og fyrir skipinu við ættum að halda föstudagsfyrirlestur og þá upphófst mikið reikistefna hvað ætti að tala og hver ætti að halda fyrirlesturinn og ég náttúrulega í krafti embættis míns reyndi að koma þessu yfir einhvern að hinum. Fyrst ætti mér að þetta skildi heita lítið öxl en þá sýndi sig að það var síðast þegar Ólafur talaði axlaraðgerðir, þannig að ekki gat ég sannfært hann. Nú þá datt mér í huga að herja á félagi minn Bjarka Karlsson og tala hryggjarskurðlækningar, en hann var víst nýbúinn að halda pistil líka. Síðan var þá spurningin að taka Bjarka yngri og láta hann tala eitthvað af þessum skrýtnu tilfellum sem hann dregur frá Austfjörðum. En hann var víst líka nýlega búinn að halda fyrirlestur, þannig að félagarnir komu með uppásnung og ég myndi tala system botox-meðferð, kosti og galla. En við komumst að þeirri niðurstöðu að það er svo stuttur fyrirlestur því að væri aðalega gallar. Þannig að lendingin var að tala þetta sem heitir í daglegu tali inn á bæklun á fætur og heim. Og ef maður skoðar tölfræði fyrir bæklunaraðgerðir svona í sögulegu samhengi, eins og þetta var svona undir lok síðustu aldar, þá var mikið vandamál, mikið fylgikvilla, fólk var lengi á spítalanum, öllum var illt, öllum var óglatt, eða flestum allavega, og maður var bara ánægður ef maður kom sjúklingi í gegnum þetta ferli án meiri háttar fylgikvilla. Síðan var því í framhaldinu ákveðin hugarfarsbreyting með hvernig við nálgumst þetta ferli allt saman. Áður var grundvallarreglan að reyna eftir fremsta megni að sjúklingur fyndi ekkert til. Þetta gerði það verkum að það var notaðar öfluga deyfingar en að samanskapi hreyfði sjúklingur sig ekki neitt fyrsta 1-2 sólarhringa eftir aðgerð og þetta leiddi af sér þar með aukna fylgikvilla og lengri dvöl á sjúkrahúsinu. Nú síðan hafa tímandi breyst og menn eru farin að nálgast þetta öðruvísi. Núna sagt það með sig við að sjúklingur finni aðeins til því að lykilatriði að sjúklingur komast fljótt á fætur. Þetta leiðir af sér færri fylgikvilla og styttri dvöl. Henrik nokkur Kjelet kolorektal kirurg frá Danmörku og nú svona eiginlega guðfaðir flýtibata í Skandinavíu og sannlega Evrópu og eiginlega svo orðinn prófessor í þeim fræðum í dag. Hann búinn að vera skrifa þetta í marga áratugi og var alltaf haldinn svo ráðstefna flýtibata þar sem hann kemur ekki og heldur pistil. Hann var með vangaveltur hvaða áhrif skurðaðgerðin hefur á sjúklingin og í því samhengi talað hugtak sem kallast surgical stress. Og með hefðbundinni meðferð þá sá hann fyrir sér að þetta gangi svona cirka svona fyrir sig, aðgerðin framkvæmt, þetta veldur miklu álagi á líkamann og virkni sjúklings verður mjög takmarkuð eftir aðgerðina og í nokkuð langan tíma. Og það sem hann vildi reyna að ná fram að áhrifin af skurðaðgerðinni yrðu miklu minni, þar sem þessi takmarkun yrði ekki eins umfangsmikil og stæði ekki eins lengi. Nú, hvað flýtibati? Í sumum vísindagreinum þá var talað fast track surgery. Einnig stundum talað rapid recovery sem ég finnst persónulega betra heiti vegna þess að fast track surgery hljómar eins og maður sé að fara að flýta sér eitthvað sérstaklega með aðgerðina, en þetta í raun og veru snýst að reyna að flýta sér með batan eftir aðgerðina. Og þetta gerum við með því að reyna að minnka þetta álag og þetta svokallaða surgical stress og þar með flýta fyrir batanum. Það svo sem ýmislegt sem kemur til en helstu atriðin að við reynum að minnka blæðingu og bólgu, reynum að minnka verki og koma sjúklingnum sem fyrst á fætur. Nú, hver eru markmið flýtibata? Markmiðið að bæta ánægju sjúklings, hvatningu sjúklings og þar með þátttöku hans í ferlinu og síðan svona getum við sagt innan sviga nýtingu á þeim resúrsum sem við höfum.
til að geta þá sinnt fleirum. Markmiðið samhliða að reyna að minnka og stytta dvölina, minnka fylgikvilla og álagið á sjúklinginn og þar með náttúrulega einnig kostnað við þetta allt saman. Þannig að í raun þegar uppi staðið markmiðið mjög háleitt, markmiðið aðgerð án fylgikvilla og verkja. Við kannski náum aldrei alla leið þangað en alltaf gott að hafa háleitt markmið og stefna að þessu. Á fætur og heim frasi sem heyrist nú til þess að gera daglega inn á bæklunardeild. Og hvaða máli skiptir þetta? Jú, það eru til fjöldamargar rannsóknir sem sýna að það að liggja í rúminu hættulegt. Sérstaklega ef maður nýbúinn í skurðaðgerð. Það aukin hætta á fylgikvillum tengdum hjarta- og æðakerfi, það verri lungnastarfsemi, það aukin bólga og verkir til lengri tíma litið og þetta sem sagt óhagstætt fyrir langflest líffærakerfin. Líka hættulegt að vera lengi á sjúkrahúsi, það aukin hætta á sýkingum, auðvitað getur maður velt fyrir sér hvað hænan og eggið í því samhengi því að kannski sjúklingur lengi á sjúkrahúsi út af öðrum sjúkdómum og þar með hættara við sýkingum en rannsóknir hafa sýnt að ef maður tekst að bæta ástand sjúklings sem síðan leiðir til styttri dvalar á sjúkrahúsi þá leiðir það einnig af sér minni hættu á sýkingum. Þannig að þetta snýst í raun að gera sjúkling hæfan til útskriftar á eins stuttum tíma eins og hægt Nú til þess að vera sjálfur sér samkvæmur í þessu þá þarf að hafa einhver útskriftarviðmið og þau geta svo sem verið aðeins mismunandi og aðeins mismunandi milli sjúkrahúsa en svona í grófum dráttum þá snýst þetta að sjúklingur sé sjálfbjarga með að koma sér í og rúmi og að klæða sig, sjálfbjarga með að setjast og standa upp og sjálfbjarga með hækju til gangs og einnig þarf hann að ráða við að komast upp á niður tröppur en þó má gera undan þá og því fyrir einstaklingar sem að búa á einni hæð og þurfa ekkert að kljást inn eina tröppur fyrst eftir aðgerð. Nú fyrir utan þetta þá það náttúrulega verkjastilling að vera innan ásættanlegra marka og lífsmörk í lagi. Flýtimeðferð gengur því ekki út á að koma sjúklingi sem fyrst heim. Þetta gengur út á að gera sjúkling sem fyrst hæfan til útskriftar. Það ákveðinn munur þar á. Og til dæmis þessu samhengi þá mjög undarlegt heilbrigðiskerfið í Þýskalandi á greiðslufyrirkomulag þar fá sjúkrahúsin ekki greitt fyrir gerðarleysisaðgerðir nema sjúklingur sé inni í 5 daga. Þeir fá sérst minna greitt ef að sjúklingurinn fer of snemma heim. En það eru samt margir spítalar sem hafa tekið upp flýtibata aðferðafræði og reyna að gera sjúklinginn útskriftar hæfan þó hann sé kannski ekki að fara heim eða hvort mann reyna eitthvað að svindla á þessu útskrifan á pappír eða hvernig sem hann gera. Þannig að þetta snýst hæfni og getu sjúklings en ekki akkúrat dagsetninguna hvenær hann útskrifast. Þannig að við viljum ná þessum útskriftarviðmiðum á eins stuttum tíma eins og hægt Eftir því sem það gengur betur þá teljum við séum að ná betri árangri með skjólstæðinginn. Þannig að þetta með að stytta legutíma snýst ekki peningana, þetta snýst fylgikvillana. Það aðalatriðið í þessu. Nú ef maður með stöðluð útskriftarviðmið þá hins vegar hægt að nota legutíma sem mælikvarða á hvernig maður að standa sig í þessum málum og legutími svona gögn sem auðvelt að draga út úr tölvukerfinu bæði hér og annars staðar og þess vegna oft talað legutíma þegar maður að mæla árangur af flýtimeðferð en mikilvægt að hafa í huga að það ekki hið eiginlega endamark í þessu öllu saman að sjúklingurinn fari sem fyrst heim heldur að sjúklingur sé sem fyrst tilbúin til heimferðar. Nú síðan getur maður svo sem ekki horft fram hjá því að það settar á okkar hagræðingar kröfur hér okkur einasta ári og við höfum alltaf að hlaupa hraðar og gera meira fyrir minni pening. Þannig að ef að svona bónusávinningur af þessu flýtibataferli að við getum hjálpa fleiri einstaklingum fyrir sama fjármagn þá það náttúrulega kostur líka.
flýtibati ekki nýtt fyrirbæri, þetta grein sem hann Kjellet upphafsmaður þessa fekk virta og ég vek athygli á ártalinu 1979, þannig að það var sérst á 8. áratugnum sem hann var byrjaður að pæla í þessu. Og þá var mér svona hugsað til þess þegar ég var að semja hann fyrirlestur hvað ég var að gera á þeim tíma, þá var ég að byrja í grunnskóla. Þannig að þetta nú, eins og ég segi, ekki nýtt af nálinni. En ef við förum aðeins skemmra aftur í tíma og þá stóð ég hér fyrir 21 ári síðan og var að halda föstudagsfyrirlestur legutíma eftir gerðleysisaðgerðir. Þá var ég búinn að vera sem deildarlæknir hérna að taka saman árangur af gerðleysisaðgerðum fram til ársins 2000 og birti þessa glæru sem sýndi hvernig menn voru að standa sig hérna á sjúkrahúsinu. Og eins og þið sjáið þá þegar þetta byrjaði hér kringum byrjaði hérna 82, þá lágu sjúklingar ansi lengi inni og svo svona styttist þetta aðeins og menn voru komin niður í svona 2 vikna legu aldamótin. Fyrsti sjúklingurinn sem kom í Mjaðmarækki 1982, hann lá inni í viku. Það er að segja, hann lá inni í viku til undirbúnings fyrir aðgerð. Svo lá hann inni í 3 vikur eftir aðgerðina, þannig að hann stoppaði mánuð á sjúkrahúsinu. Síðar í þessu sama fyrirlestri þá henti ég fram gögnunum á aðeins annan máta. Ég var þar með búin að lengja hérna X-hásin langt fram í framtíðina og þetta var svona sett fram á þeim tíma sem einhver brandari. Að ég teiknaði hér inn spá miðað við þróunina, hvernig þetta myndi halda áfram. Og þótti mönnum þetta komist og samaskapi temmilega ólíklegt. Ef við snúum okkur aftur að þessu með af hverju við erum að eltast við þetta með flýtibata. Fyrir sjúklingin ávinningurinn að hann líklegur til að lifa ferlið af. Það stór plús. Það eru færri fylgikvillar. Það styttri dvöl á sjúkrahúsi og minni líkur á endurinnlögn eftir aðgerðina. Fyrir starfsfólkið og stofnunina sem slíka þá hafa rannsóknir sýnt að með flýtibatamódeli fæst betri teymisvinna. Við verðum meira sjálfum okkar samkvæm og þar með minni breytileiki í meðferðinni sem eykur á öryggi. Það meiri ánægja starfsfólks og síðan græðir stofnunin þá á því að það styttri dvöl og minni kostnaðar í kringum þetta allt saman. Og þessar yfirlýsingar eru studdar af fjöldamörgum rannsóknum. Hvernig kemur maður svona kerfi á? Já, það allavega ekki verkefni fyrir einn. Þetta teymisvinna, þar sem að sjúklingurinn miðpunkturinn í þessu öllu saman og að þessu þurfa það að koma skurðlæknir og síðan hjúkrunarfræðingar á mjög mörgum mismunandi stöðum í húsinu, bæði skurðstofu, vöknum, gjörgæslu, legudeild og göngudeild. Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfarar skipta lykilatriði einnig í að koma fólki á fætur og í gang. Og síðan þarf maður að hafa góða svæfingalækna með sér í liði svona til að verkjastilling og svona perioperatív lyfjameðferð sé eins og best verður á kosið. Og síðan má ég segja að allir starfsmenn sjúkrahússins sem hafa einhvern snertiflöt við sjúklingin í þessu ferli skipta máli í þessu teymi. Fyrir hvaða einstaklinga flýtibati? Sjúklingar á leið í gerðleysisaðgerð að mörguleyti vinsæll sjúklingahópur, hvað það varðar, að þetta einsleitur hópur og auðvelt að gera alls konar rannsóknir á þeim og sjá fljótt hvernig það að koma út. Hins vegar vitum við að það eru ákveðnir sjúklingahópar sem að geta ekki farið í gegnum svona ferli og stoppa stutt og þá getur maður spurt sig hvort að flýtibati sé eitthvað fyrir þá. Aldraði sjúklingurinn, við vitum að eftir sem að aldurinn eykst og þegar maður svona komin í áttrækt plús þá lengist legutíminn eftir gerðleysisaðgerð. Sjúklingar sem eru mikið af öðru sjúkdómum samhliða eða sjúkdómum í farteskinu, þeir eru líklegir til að dvelja lengur. Sjúklingar sem eiga við einhverjar hreyfiskerðingar að stríða þessu, einhverjar lömunar eða Parkinsons eða annað í þeim dúr, eru líklegir til að stoppa lengur og sjúklingar sem eru allt of þungir
og svo eru svo fleiri áhættuþættir sem geta gert að fólk þarf að stoppa lengur á sjúkrahúsinu. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að flýtimeðferð nýtist öllum þessum hópum og styttir legutíma og minnkar hættuna á fylgikvillum. Flýtibati gagnast því öllum og við höfum séð það að þó að við höfum í raun farið í gang með þessa flýtibata hugmyndafræði okkar hér, fyrst og fremst miðað af þeim sem eru að koma í gervilegheisaðgerð, sem eru að koma af biðlista inn í gervilegheisaðgerð, að þá sjáum við að þetta hefur líka haft áhrif á meðferð einstaklinga sem að koma að bráttinn vegna mjaðmarbrots, að flýtibata hugmyndafræðin hefur gagnast þeim líka hér á spítalanum með styttri legutíma. Nú, þetta ekki stórhættulegt? Maður þarf náttúrulega að fara yfir öryggisþætti þegar verið að breyta hugmyndafræði og fyrsta spurningi sem kannski kemur fram, já, ætlar að senda alla strax heim, þetta ekki bara á hausinn. Nei, þetta ekki á hausinn, allavega ekki meira en áður. Hvorki þennan tíma sem stoppa á sjúkrahúsinu, né fyrst eftir að koma heim, það ekki aukin hætta á byltum. Nú, síðan höfðu menn áhyggjur af þessu með gervilíði hné sem lágu hér inn í uppundri viku gjarnan áður, hvort þær eru ekki bara stífir og ómögulegir ef þeir fengi ekki svolítið tíma hér á spítalanum til að komast í gang og stundum þarf þá að gera inngrip sem þrautréttingu þar sem við erum að hreyfa hnéð í svæfingu til að hjálpa slíku fólki, en tíðni slíkra aðgerða eykst ekki þó maður tæki upp flýtibata hugmyndafræði og eins og það menn ágjör því að þetta myndi leiða sér aukna tíðni á liðhlaupum í mjöðum, en það hefur sýnt sig að svo ekki. En hver þá mögulegur ávinningurinn af þessu? Jú, það eru minni verkir, það minni þreyta eftir aðgerð, það aukin göngugeta sjúklingsins og aukin sjálfsbjargargeta, fljótari bati, styttri lega á sjúkrahúsinu, aukin lífsgæði og aukin ánægja hjá sjúklingnum, minni kvíði og þunglyndi tengt aðgerð og tímabilinu fyrst og eftir, minni notkun á sterkum verkjalyfjum og þar með minni aukaverkanir af verkjalyfjameðferðinni. Delirium sjáum við varla lengur, en áður var þetta 10% svona pluss mínus. Blóðtappar eru nánast horfnir, að vísu kemur hérna fleira til, náttúrulega þegar gervilegheisaðgerðir voru að fara í gang á sín tíma, þá vorum við ekki með lágmólekular heparinn og það hluta til skýrði eða tilkoma þeirra skýrir að þetta hefur lækkað mikið, en maður getur samt sagt að fara úr 1% eins og þetta var í byrjun flýtibatameðferðar og niður fyrir 0,5% eins og er í dag þegar flýtibatameðferðin er orðin öflugri en var áður, og það er greinilegt að það koma fólki fljótt á fætur, minnka líkurnar á blóðtappa. Og það eru færri þvagfærasýkingar og önnur vandamál tengt þvaglátum eftir aðgerð, það lægri tíðni á hjartaáföllum og lungnabólgu og dánartíðni hefur lækkað. Og allar þessar yfirlýsingar sem settar eru þarna fram eru studdar af alveg fjöldamörgum rannsóknum sem hafa verið gerðar á þessu efni. Nú, hverjir eru hornsteinar flýtibata? Við skiptum þessu gjarnan í svona 3 pósta. Hvað gerum við fyrir aðgerð? Hvað gerum við í legunni? Og hvað gerum við eftir útskrift? Og aðalatriðin fyrir aðgerð er svona þetta sem köllum skimun og leiðrétting, það er að segja að finna þá áhættu þætti hjá sjúklingnum sem mögulega er hægt að hafa áhrif á og breyta og þar með auka líkur sjúklingsins að komast í gegnum ferlið án fylgikvilla. Fræðsla er gríðarlega mikilvæg og eins væntingastjórnun. Förum við þessa pósta alla saman aðeins betur hérna á eftir. Nú í legunni stefnum við að aukinni verkjastillingu, minni blæðingu, aukinni hreyfigetu, minni fylgikvillum sjálfra skurðaðgerðar og eins minni aukaverkunar lyfjum. Og þó að þetta sé talið upp sem nokkur mismunandi atriði, þá eru þau samt í raun öll innbyrðis skyld. Og eftir útskrift þá viljum við hafa betri eftirfylgni og betra mat á árangri, þar að segja ef maður er að gera einhverjar breytingar á því hvernig maður sinnir fólki, þá þarf maður að hafa einhvern mælikvarða sem segir manni hvort þessi breyting var til góðs eða ekki. Nú, fyrir aðgerð, þá viljum við
skíma og svona þeir póstar sem að skipta mestu máli að sjá hvort að sjúklingur sé með anemíu, það stór einhver líkurnar á vandamálum í legunni og ef það einhver leið þá myndi maður vilja fá sjúkling til að hætta að reykja og halda sig frá áfengi í það minnsta síðustu vikuna fyrir aðgerð því það minnka líkurnar á vandamálum tengdu skurðsárinu. Það skiptir máli að sykurgildi sé rétt, það að segja hjá sykursýkisjúklingum sé góð stjórnun og síðan þarf maður að finna þá sjúklingar sem mögulega sem eru vannlærðir. Vandamálið nú oftar í hináttuna hér á Íslandi. Nú, fræðsla skiptir miklu máli. Rannsóknir hafa sýnt það að með góðri fræðslu fyrir aðgerð þá upplifir sjúklingurinn minni kvíða í tengslum við þetta inngrip. Legan verður styttri bara út á fræðsluna ein á sér. Síðan aðeins umdeilt í rannsóknum hvort að fræðslan beinlínis leiðar sér minni verki eða hvort hún þá í minnsta lagi leiðir af sér sjúklingarna auðveldara með að höndla sína verki. Sjúklingar eru heilt yfir ánægðari sem fara í gegnum fræðslu fyrir aðgerð og eru virkar í sinni eigin endurhæfingu og mögulega sjá menn fara í fylgikvilla ef fræðsla fyrir aðgerð en þetta nú svona atriði sem ekki alveg kannski búið að sanna eins vel eins og hinn með rannsóknum. Væntingastjórnun líka gríðarlega mikilvæg og þeir þættir sem hafa mest áhrif á hvort sjúklingur ánægður hvort að aðgerðin uppfyllti væntingar sjúklingsins, nú hvort að verkjastilling var ásættanlega í ferlinu og svo hitt hvernig heildar upplifunin var á sjúkrahússtöðinni. Það sem sagt sjálfstæður áhættuþáttur, ef við getum kallað það, sem hefur áhrif á hvaða einhvern sjúklingurinn gefur þessu öllu saman þegar upp staðið. Nú rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar vanmeta verki eftir aðgerð og þeir vanmeta batatíma eftir aðgerð. Þetta allt saman byggt á rannsóknum sem eru kannski ekki alveg birtar á síðustu 2-3 árin og svona mín persónulega tilfinning að þetta hefur nú eiginlega mörgleiti snúist við. Það að segja í dag sér maður mun oftar sjúkling á göðgöðeld sem að í raun og veru tjá að þetta var miklu minna vont en ég hélt, meðan að það var þveröfugt í gamla daga og ég var miklu fljótari í gang en ég hélt. Þannig að þetta held ég að sé beina afleiðing af flýtibata ferlunni hjá okkur. Nú sjúklingar vilja gjarnan vanmeta áhættur sem fylgja aðgerðinni og þeir hafa meiri væntingar til árangur sem geta þeirra gefið tilefni til. Það minnir til dæmis á manninn sem var að fara í handaraðgerð hjá Ara fyrir nokkurum árum og spurði, get ég svo spilað á píanó eftir aðgerðina? Og Ari, það hélt að nú nú ekki vandamál. Og þá svaraði sjúklingurinn, frábært, ég hef aldrei gett það áður. Þannig að fólk ofmetur hvaða mun ráða við eftir svona aðgerð. Og heilt yfir hafa sjúklingar meiri væntingar en skurðlæknirinn gerir. Þannig að væntingastjórnun gengur út á að samhæfa þessi atriði. Skiptir máli að fólk viti fyrirfram hvað raunhæft að fá út úr þessu. Nú, verkjastilling einn aðalhornsteinninn í þessu öllu saman og þá þetta hugtak sem alltaf slegið fram í sambandi við flýtibata, multimodal analgesia. Og hvað þýðir það? Jú, það þýðir í raun, við viljum að ráðast á verkin frá eins mörgum áttum eins og hægt og það náttúrulega líkilegt þar að forðast ópíóíðlyf sem að bæði virka ekki sérstaklega vel og hafa gríðar mikið af aukaverkunum. Hér á árum áður voru allir á, fyrst Parkotin Forte og svo Tramadol og síðan langvirku Oxycontin eftir bara hvað var í tísku. Í dag engin, innan gæslappa segi ég, engin á langvirkum ópíóíðum hjá okkur. Auðvitað alltaf einhverjar undantekningar frá ferlunni en svona heilt yfir fólk ekki að fá langvirku ópíóíða. Paracetamol náttúrulega besta verkjalyf í heimi og síðan viljum við nota bólguminnkandi lyf og þá notum við Celebra eða einhvern COX-2 hemmjara og ástæðan fyrir að bæklulæknar vilja það frekar en íbúfen eða önnur hennisræti að það hefur sýnt fram á COX-2 hefur ekki áhrif á innvöxt beins í ígræði og það skiptir máli þegar við erum að setja þessar svokölluðu ósamhættuðu prótesur. Og eins minna fylgikvillum á COX-2. Nú í hnéprótesu þetta fyrirbæri sem kallast LIA, Local Infiltration Anesthesia, þá notum við kokteil
með staðdeyfingu, adrenalín og Toradol og sprautum þessu svona hér og hvar í hnéð. Aftur, ef maður hugsar 10-15 ára eftir í tímann, þá var alltaf viðkvæðið, já, það svo sem hægt að koma sér í gegnum mjaðmaraðgerð, það hrikalega sárt að fá gervilið í hné. Þetta liðin 10 daga, í raun okkar upplifun svo að þeir sem fara í gervisaðgerð um hné, þeir eru alls ekkert meira verkjaðir heldur en mjaðmiðnar, sko. Nú eins og notum við adduktor canal block og það einnig bara fyrir hnéaðgerðirnar. Áður var mikið notað epiduraldeyfingar, femoralsdeyfingar, ischiasdeyfingar sem virkuðu mjög vel á verki, en þeir virkuðu líka mjög vel til að kyrrsetja sjúklinginn í rúminu og það eins og ég er búin að útskýra hér áðan viljum við ekki. Adduktor canal block sem sagt deyfing sem að minnkar heilmikið verki frá hnénu og hefur ekki áhrif á mótorfunksjón, þannig að sjúklingurinn kemst alveg á fætur. Og svo ýmis úrræði sem að hafa áhrif á bólguna og blæðinguna eftir aðgerð og það, ef maður tekst að dempa það, þá hefur það náttúrulega líka jákvæð áhrif á verkina. Eitt atriði sem að hefur breytt stórkostlega miklu hjá okkur er háskammta sterameðferð. Við gefum Solametról alla jafna. Þetta er mjög stór skammtur, en það gefum þetta einu sinni fyrir aðgerð. Fyrst höfðu menn miklar áhyggjur því að gefa svona stóra steraskammta myndi dempa ónæmiskerfið og valda því að sýkingatíðnin myndi aukast, en það er búið að margsanna það í rannsóknum að svo er ekki. Steroidin hafa fyrst og fremst jákvæð áhrif, þeir minnka bólgu, ógleði, þreytu, verki og sjúklingur kemst fyrr á fætur. Það verða að vísu svona aðeins rugla blóðsykri hjá fólki í svona nokkra daga á eftir og sjúklingar verða svolítið örir af þessu, þannig að þeir eiga oft erfitt með að festa svefn 1-2 nætur eftir þennan skammt. Og dren voru alltaf notuð bæði í mjaðmir og hné í gamla daga, en svo sýndu rannsóknir fram að ef þú ert að nota dren, þá bara blæðir meira í það heila, þannig að það er allir hættir því. Tranexamsýra, sem sumir þekkja sem cyclocapron, notum við til þess að gera allar gervisaðgerð, þetta minnka blæðingu og þetta hefur sýnt sig vera öruggt í notkun. Framan að þegar maður byrja með þetta var maður farið varlega af stað og ekki allir sem fengu þetta, en það eru núna komna frá rannsóknir sem sýna að jafnvel einstaklingar sem eru með sögu blóðtappa mega fá þetta lyf á þess að það auki neitt hættuna hjá þeim. Og síðan viljum við í lengstu lög forðast blóðgjafir vegna þess að það hefur sýnt fram að blóðgjöf sem er í raun líffæraflutningur hefur áhrif á bæði storkukerfið og ónæmiskerfið í líkamanum og það er aukin sýkingarhætta og aukin tíðni af blóðtöppum og fleiri fylgikvillum, þannig að það er betra að sjúklingur sé aðeins anemiskur því að það hefur ekki áhrif á batan. Og síðan erum við náttúrulega að forðast blóðgjafna líka með því að nota tranexamsýruna, enda heyrir það til algjör undantekninga að fólk sem er að fara í hefðbundna frumaðgerð sé að fá blóðgjafir. En sem komið náttúrulega lendum við aðeins í því með enduraðgerðnar því það eru stærri og meiri aðgerð og meiri blæðing. Nú síðan notum við þrýstingsumbúðir á hnén fyrstu tíman eftir aðgerð, það er líka minnka blæðinguna. Og síðan rífast menn fram og tilbaka hvort það eigi eða eigi ekki að nota stasa þegar maður setja gervilið í hnén. Til rannsóknir sem sýna að þetta sé mjög óhagstætt, en þær rannsóknir eru byggðar á gamaldags stasatækni. Í dag eru komnar með betri græjur sem að aðlaga þrýstinginn dýnamist í aðgerðinni, þannig að þetta er svona umdeilt ennþá. Og ég setti þessa myndin fyrir Sigurð Heiðdal, hann er sennilega svo eini sem fattar brandarann, en sýkingavarnir eru gríðarlega mikilvægar í þessu, því að sýking eftir gervisaðgerð er svona það sem við gjarnan köllum fylgikvilli númer 1 sem við viljum forðast. Og þarna skiptir máli með ýmis atriði sem búið að sýna fram á að hafa áhrif, skiptir máli að ná þéttri lokun á skurðinum og þá hafa menn komast þær niðurstöðu allavega eins og þetta lítur út í dag að það sé best að loka skurðinum með heftum og síðan líma yfir og síðan á fætur og heim eins og áður nefndi, það hefur áhrif á sýkingatíðnina. Nú, svo hafa við prófað ýmis atriði, ketamin og gabapentin og dittin og datin sem að
hlaut 5 mínútna frægð í þessu flýtibandaferli en menn eru hættir með aftur því að það sýndi sig ekki koma nógu vel út. Og svo eru ýmis vandamál sem ennþá standa óleyst út af borðinu eins og það sem kallað er orthostatic insufficiency sem sem sagt að í raun stuttum alveg sagt svimi vandamál tengt mobiliseringu fyrst eftir aðgerð og þar í gangi rannsóknir með að sjá hvort að mítodrín virkar sem alfa-1 agonisti. Nú menn reyna að rífast hvort betra svæfing að mænudeyfing og ýmsar rannsóknir í farvatninu sem við mögulega komum til með að taka tillit til í framtíðinni. Nú, hvað gerum við sér eftir aðgerðina? Jú, það þarf að fylgja þessu öllu eftir og sjá hvort að það sem við gerum sé að skila árangri. Og svona gegnum tíðina hafa bæklunarlæknar mest einblínt á líftími ígræðana, það er að segja hvað endist nú þessi gervilyf lengi og það ennþá hlutur sem alveg skiptir máli og í raun spurning sem við fáum frá nánast hverjum einasta skjólstæðing, já, hvað endist þetta hér svo lengi eða eitthvað í þeim dúr. Nú tíðni endurinnlagna og tíðni ákveðna fylgikvilla svona atriði sem menn hafa lengi verið að fylgjast með að mæla. En síðan í dag til viðbótar komið þetta sem að kallað PROMS, þar að segja, í stuttumáli sagt það hvað finnst sjúklingum þetta allt saman. Og þá oftast verið að nota svona staðlaða spurningalista sem mæla bæði ánægju og virkni hjá einstaklingum. Þannig að þó að einhver sé með gervilegin hér sem búin að endast í 15 eða 20 ára, þá ekki þar með sagt hann sé ánægður með þann gervilegin og það það sem við fáum út með þessum kvörðum, hvernig var sjúklingurinn fyrir aðgerð, hvernig sjúklingurinn 6 mánuðum eftir aðgerð, 2 árum eftir aðgerð, við raunverulega að gera eitthvað gagn með þessum inngripum okkar. Það svo sem eins og með allt ákveðnir vankantar eða takmarkanir á svona spurningalistum, kannski helst þetta sem kallað floor eða ceiling effect og það sem maður meinar með því að margir sem spurningalistum geta ekki aðgreint sjúklingar sem eru býsna góðir og sjúklingar sem eru frábærir eftir aðgerð. Þannig að sem dæmi ef við tökum svona mjaðmaraðgerð með stálhettu þá eru þeir sjúklingar borið saman við þá sem fá klassískan gervilið oft mjög svipar í þessum PROMS-kvörðum en síðan ef maður skoðar ákveðna sértaka þætti eins og hversu hratt maður getur lagað upp stiga og ýmislegt annað og þá fær maður fram mun sem maður fær ekki fram annars. Nú þetta lítur út eins og eitthvað abstrakt listaverk en þetta sem sagt graf sem á sýna okkur hvað liggur fólk lengi inni eftir aðgerð. Við byrjum hérna aðeins á sögulegum gögnum þannig að litirnir tákna mismunandi dagafjölda og við sjáum að hérna á þessu tímabili 2012 til 14 þá voru flestir að stoppa í svona 4 daga sem þessi liturinn, einhverjir nokkrir í 3 daga en ekki neitt neila styttra en það og sem töluvert lengur. Og á þessum tímabili vorum við byrjað að nota lía inn hér, við vorum byrjað að nota síklokaplan í æð og við vorum hægt að nota femoralis blokk og annað í þeim dúr. Í raun og veru ef maður spólar aftur í þann tíma þá lá fólk inn í 5-6 daga. Nú síðan árið 2015 þá gerist eitthvað og þá sjáum við að það stækkar verulega hópurinn sem bara í 3 daga, hópurinn sem í 4 daga inn eftir aðgerð minnkar og stærsta breytingin sem átti sér stað þetta ár var að í fræðslubæklingnum til sjúklingarna stóð þú liggur inn í 35 daga og við tókum burtu bandstrik og 5. Þannig að ef þú segir fólki að það liggur inn í 35 daga þá heyrir það 5 daga. En ef þú segir fólki að þú liggur inn í 3 daga þá bara liggur inn í 3 daga. Nú 2016 heldum við áfram með breytingar, við hættum að nota dren og adduktorkanalblokki kom til og þá fjölgaði svona eitthvað þessum sem lágu inn í 2 daga og 2017 var mikil breyting hjá okkur, þá byrjuðu að nota sterana og þá fer allt inn að birta sér ný sjúklingahópur, fólk sem fer heim daginn eftir aðgerð. Þessi hópur fór síðan áfram stækkandi, 2018 hættum við að nota þvagleggi sem rútínu, 2019 jókst þetta enn frekar og hér við komin upp í 80% sem fara heim daginn eftir aðgerð og þeir sem eru farnir heim í síðasta lagi 2 dögum eftir aðgerð eru yfir 95%. Síðan breyttist tölfræðin okkur ekkert voðalega mikið 2020 frá árinu undan enda voru svo mikið gerðar neinar
stórar breytingar á flýtibardaferlinu á þessum tíma og svo sem allt árið 2020 mjög undarlegt eins og flestir vita. Nú, hvernig þá með þetta graf sem að ég skissaði hér upp fyrir rúmum 20 árum síðan? Hvernig rættist þessi spá? Og það er athyglisvert að maður bætir gögnunum frá 2000 inn á þetta tölfræðilíkan sem ég gerði hér á sínum tíma og þá sýnir sig að þetta var reyndar ekkert svo vitlaust, þessi spá, þó hún hafi verið sett fram sem brandari. Og í raun erum við að standa okkur betur heldur en þessi mjög svo bjartsýna spá gerði ráð fyrir. Nú, hvernig lítur þá framtíðin út? Hún lítur svona út. Þetta er hún Elisabeth, bæklunarskólalæknir sem er að flytja heim frá Svíþjóð í sumar og byrja að vinna hjá okkur. En hvað snertir flýtibatan, þá eru ýmis verkefni í farvatninu og kannski eitt sem er mjög spennandi þar er að sjúkrahúsið er búið að fá styrk til að koma á koppinn samskiptum við sjúklinga í gegnum heilsuveru til að koma á þessum bromspakka og rafrænni innritun til að einfalda ferli allt saman. Og svo erum menn að skoða með skammvinni mænudefingar til að koma fólki fyrr á fætur og svo erum menn víða erlendis farin að stunda það að senda hrausta einstaklinga heim sama dag en við erum svo sem ekki byrja á því hér en þetta er svona í athugun. Takk fyrir. Já, Jónas, takk kærlega fyrir frábæran fyrirlestur og til hamingju með þennan árangur. Við skulum sjá hvort við getum opnað fyrir spurningar hérna. Það er Sigurður. Sjá. Sigurður Sigurðsson. Heyrðu ykkur? Já, ég heyri ykkur, heyri því mér. Já. Ég er bara að þakka kærlega fyrir þennan fyrirlestur. Ég misti af fyrstu 2-3 mínútunum en bara svona sem kúriósum þá vildi það svo til að í flutningi á gögnum yfir í skýið þá rakst ég á gögn inn á X-drifinu sem heitir flýtibata meðferð og þar ef að fólk hefur áhuga getur að séð eiginlega svona þessa formlegu kannski upphafa flýtibata meðferð, það er fundargerð í flýtibata nefnd í maí 2008 sem er sennilega svona formlega upphafið að flýtibata meðferð og hérna var nú athyglisvert að bæklunarskólalæknirinn hafa nú forfallaður á þeim fundi en það virðist ekki á að koma að sök því að þetta hefur virkilega verið eitt af því sem að hefur gengið alveg ofboðslega vel og þetta er mjög vel gert, sérstaklega í sambandi við gervilina en líka í öðrum aðgerðum þótt að kannski hef ekki verið eins áberandi. Takk. Takk fyrir Sigurður. Fleiri spurningar? Þannig að fólk er að hugsa þessu þá er einn uppi, já, það er Haraldur, já. Haraldur, heyrðu í okkur? Já, ég heyri því mér, já. Já, komið. Takk Jónas, þetta var mjög flott yfirlit og til hamingju með þennan fína árangur og það er auðvitað margt þarna sem er búið að breytast og gera verkum með þessum góða árangri náð en þú nefndir ekkert svona, það hefur auðvitað, hvað var það, sjálfa kirurgína þá þarna hefur mikilvægt gildi að þið ortopedar eru að gera miklu fleiri aðgerðir gegnum árin og fá meiri æfingu. Það er einn hluti náttúrulega og svo er náttúrulega það sem við vitum ekki hvað áhrif hefur en þú getur kannski frætt okkur það eru betri græjur, bæði betri prótesur og betri hvernig þið framkvæmið aðgerðina. Það getur kannski eitthvað haft að segja. Mér langar líka þá til þess að segja að það sem er hjá ykkur pluss við að ná svona góðum árangri er að þið þurfið ekki að taka tillit til þess sem er hjá okkur í mörgum tilfellum. Það er að eitt markmið viðbót til að komast heim, það er að hafa næringafærni, skulum við kalla það. Það er að segja að geta farið að borða sjálfur án þess að kasta upp eins og í mörgum abdominal aðgerðum sem getur verið vandamál. En annars hefur þetta gagnast okkur mjög mikið þarna
síðan 2008 í vissum aðgerðum. En getur kannski aðeins frætt okkur hvað hefur breyst í ykkar kýrúrgíska ferli á síðustu árum? Já, ef við tekum þetta aðeins í öfurröð og byrja þessu sem nefndir með sko munun á milli ortopedi og kirkju að Henrik Kjellett sem nú upphafsmaðurinn að þessu svona í Skandinavíu og Evrópu, hann nú einmitt kolorektor kirurg og byrjaði á þessu í sambandi við almennkirkju fyrst og vissulega sko ýmsar aðgerðir kannski hjá ykkur sem að myndi ekki geta, ef maður getur orðað sér svo, keppt við okkur hvað snertir akkurat hinn eiginlega dagafjölda. En prinsipin sem slík gilda með flýtibata að fyrir flestar tegundir aðgerðir þar sem þetta hefur verið skoðað. Nú hvað snertir tækni og ígræði, þá eru ákveðnar breytingar með skurðtækni, sérstaklega í hnjánum sem við höfum tekið upp, sem að eiga að leiða af sér minni kraftminnkun í lærvöðunum eftir aðgerð og þar með auðveldara að komast á fætur, en þetta í raun vegur mun minna en öll hin atriðin sem ég nefndi, sakandi rannsóknir sem gerðar hafa verið. Nú þegar kemur að ígræðinum að þá hefur það fyrst og fremst áhrif á langtíma endinguna, hún orðin miklu betri heldur en hún var. Það hefur verið batnað fyrir hvern áratug sem hefur liðið að við getum alltaf vænst þess að ígræðin endist aðeins lengur vegna þess að plastið orðið endingar betra og ýmislegt annað sem gerir, en það hefur ekki svo mikil áhrif á ferlið svona fyrstu vikurnar. Þó með betri hönnun og ígræðum eins og í mjöðmunum sjáum við að síðustu áratugina hefur tíðni á liðhlaupum lækkað og það náttúrulega mikilvæg þáttur í þessu öllu saman. Þannig að skurðtækni og bætt ígræði hafa haft einhver áhrif, en það þó í raun borið saman hin atriðin sem tíði til miklu minna. Fleiri spurningar? Já. Hvort að Haraldur að koma með höndin uppi eða? Hörru, þá kannski að lokum langar að spyrja þarna hvernig hefur ykkur bara svona almennt hvernig ykkur eins og þú nefndir bara svona sniðugt eins og þú sagðir að taka 3 til 5 í burt og setja bara 3 og svín virkar og þarna ég bara hef sjálfur lent í því svona yfir kaffibólla hér og þar í bænum að verja þetta sjúklingum og aðstandendum tamt þetta leiðindahugtak sem að ég bara með aldri og frekju leiðrétti sundu fólk með, jafnvel í læknistarfi, okkur var hellt út af sjúkrahúsinu. Þetta svona, fólk heldur alltaf við sem að henda fólki út og læsa. En þarna, þannig ég hef stundum yfir kaffibolla hört að verja þetta og segja, þetta er betra. Hefur ykkur gengið vel að selja þessa hugmyndafræði sjúklingum? Sko núorðið þetta ekkert vandamál, núorðið þetta normið, en vissulega tók þetta svolítinn tíma og maður fékk alveg að heyra svona frasa eins og ég á rétt á að vera hér og eitthvað svona sko. Eins og þetta, svo veist, fólk telur sem svo, já ég er búin að borga með skatt, ég á rétt á þessari hóteldvöld. En þá þarf bara að samfæra fólkum að þetta er betra og eins og segi í dag ganga bara til út á þessu normi, en fyrst þegar maður byrja á þessu þá var þetta vandamál og ekki system að kannski einhver var að koma inn í vinstran hnéð og það fengi hægra hnéð 10 árum áður og svo þetta útspyrir fólki, já nú þarf heim daginn eftir aðgerð þó hafi legið inn 5 daga síðast, en heilt yfir í dag þá upplifði ekki þessi vandamál, en í raun og veru með það að innfæra þetta kerfi þá svo sem þarf að samfara alla, ekki bara skjólstæðingara, heldur starfsfólki líka. Ég sat nú einhvern tímann á stofugangi inn á bæklunardeild og var að segja frá þessum háletu plönum mínum og þá sagði þarna við með eitt starfsmaður, það ertu vondur við sjúklingana þína. Þannig að það þurfa allir að vera á sama báti með þetta sko. Sigurður, varst þú með spurningu eða komið til viðbót? Já, bara skjóta þess að í ljósi þessara umræðu að það var líka oft talað það í upphafi sko að menn lita á þetta sem sko þetta væri svo strangt
að ef þú fórst í flýtibata þá varst að útskrifast á ákveðnum tíma, ef það gekk ekki þá varst ekki í flýtibatamæðferð og það menn áttuðu sig ekki á því að þetta náttúrulega sveigjanlegt og það ekkert alltaf sem að það gengur, það getur alltaf eitthvað komið upp og það ekki þar með sagt að þú getur ekki fengið aðra kosti flýtibatamæðferð eins og góða fræðslu og góða verkjameðferð og svona, það eins og menn skiptu svo í svona flokka til að byrja með en síðan held ég flesti sig á því að þetta er spektrum og þetta gekk bara mjög vel. Þess vegna finnst mér líka íslenska orðið flýtibat sem ég finnst það svo gott í að það er einmitt kjarninn í málunum, þetta snýst að flýta batanum. Síðan styttri sjúkrahúsdvöl afleiðing af því en það ekki prímæra markmiðið. Látum þetta vera loka orðin. Takk hérlega fyrir, Jónas. Takk. Frábærlega gott. Yes, sir. Til hamingju með þetta.